stödd í bænum Sandusky í Ohio-ríki í Bandaríkjunum árið 1850. Segjum sem svo að ég vilji vita hvað klukkan sé. Ég ekki með úr á mér, þannig að ég geng einfaldlega inn á næstu krá og spyr hátt og skýrt fyrirgefið, afsakið, getið þið sagt mér hvað klukkan er? Eða, af því að þetta er í gamla daga, þá spyr ég afsakið, hvað líður tímanum? Svarið kemur af vörmu. Hún korter yfir 4. Takk, gott og vel. En, segjum sem svo að á nákvæmlega sama augnabliki hefði ég frekar farið inn í næsta hesthús. Og ég hefði spurt, afsakið, hvað líður tímanum? Þá hefði svarið verið, Já, hún 20 mínútur yfir 4. takk. Ekki mál. Þetta er pínu skrítið, við skulum prófa þetta einu sinni enn. Segjum sem svo að í stað þess að fara inn á krána eða inn í hesthúsið, þá hefði ég frekar barið á dyr hjá fógetanum og spurt ósköp kurteisislega, af því að þetta er auðvitað fógetinn, afsakið, hvað líður tímanum? Og svarið hefði verið, Hún 4:30. það magnaðasta við þessar aðstæður er að tæknilega séð, þó að klukkurnar 3 séu allar á sitt hvorum tímanum, þá eru þær allar réttar. En hvernig getur það verið? Jú, sjáu til. Árið 1850 í Ohio í Bandaríkjunum, þá var engin ákveðin tími. Það var bara hellingur af klukkum og úrum og þetta þýddi að tíminn gat verið hvað sem er. Þú réðst þinni eigin klukku og flestir stilltu sitt eigið úr eftir sólinni. Það var ekki fyrr en að járnbrautarteinar voru lagðir í gegnum fylkið að íbúarnir þurftu að samstilla úrin sín í takt við lestina. Lestin þýddi viðskipti, póstur og ferðalög. Lestin þýddi peningar og því þurftu allir að elta hana og hennar tíma.